Komið sælir og blessaðir kæru krabbar. Spilin ykkar eru hér. Núna sjáu þau. Það er aldeilis, það er bara kraftaverk sem að eru allt í kringum ykkur. Þið megi búast við kraftaverkum, litlum eða stórum eða smáum. Og gerið ráð fyrir því að eitthvað fallegt og dásamlegt sé að fara að koma inn í ykkar líf. Ef til vill hafið þið verið að biðja kraftaverk eða það kemur alveg á óvörum sem er ennþá skemmtilegra. Og svo er það hitt spilið sem að heitir bara dýr eða animals. Eru þið mikli dýravinir, kæru krabbar? Kannski eru þið að vinna með dýr. Kannski eigið þið gæludýr sem að máli snýst núna og kraftaverki varðar kannski einhver dýr sem ykkur þykir vænt um. Allavega virðist þið verið í góðum tengslum við dýraríkið. Og ef að þið haldið ykkur vita eitthvað varðandi dýr, þá megið þið treysta því að það er rétt. Svo er líka talað hérna ef að þið vinnið með dýr, þá eigið þið að nýta innsæið í þeirri vinnu. Ok. Kraftaverk varðandi dýr geta tengst auðvitað heilsu. Eða það að eitthvað dýr sem var týnt kemur í leitirnar. Það á við einhverja ykkar, kæru krabbar. Þau eiga til að fara á flakk. Svo er nefnilega svo skemmtilegt og ég hef upplifað það sjálf að dýr sem eru farin yfir móðuna miklu, þau láta stundum vita af sér í gegnum miðilsfundi. Kannski er eitthvað dýr að láta þig vita af sér í gegnum drauma því að þessi unga stúlka hérna með lokuðu augun og hann sömuleiðis. Þannig að þið á kannski eftir að dreyma eitthvað varðandi dýr sem að þú hefur átt eða haft hjá þér. Allavega þá er hérna eitthvað mjög fallegt og skemmtilegt á leiðinni til þín og kraftaverkin eru til staðar í lífið þínu. Þú ert kannski einn af þeim sem að segir bara þvaður og humbúk, bæði við kraftaverkum og miðilsfundum og öllu slíku. Ef til vill eru spilin svona minna þig á að það er ýmislegt milli himins og jarðar sem að er ekki hægt að útskýra. Þetta er einhvern veginn skilaboðin þín í dag, kæri krabbi. Svolítið sérstakt. En síðan að lokum ætla ég að draga hérna eitt spil eða 2 úr stokki sem ég kalla bara já og nei og allt þar á milli. Kannski eru þið með einhverja spurningu, en þetta er meira svona til gamans að fá svar við einhverju sem að þið eru að velta fyrir ykkur. Fyrra spilið segir hérna alls ekki, sem er það bara nei, og seinna spilið segir já, eða segir eiginlega bara, hvernig var maður að þýða yeah. Yeah! Þetta er svona já með áherslu, með skemmtilegri áherslu. Ok. Ég vona bara að þetta segi ykkur eitthvað, kæru krabbar. Gangi ykkur vel með þetta allt saman, ljós og kærleikur.